Já, ágætu áhorfendur, til mín kominn Sigurður Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra. Vertu velkominn. Takk. Það nú margt sem hægt að ræða við þig, en mér langar að byrja eins á Framsóknarflokknum. Nú ert þú í þeirri sérstöku stöðu, þú ert varaformaður flokksins og forsætisráðherra. Þarft ekki að eiga í samskipti við formannin í þessu veigamikla embætti? Jú, það er alveg rétt hjá þér. Þetta er auðvitað óvanleg staða. Ekkert gerst ofta á Íslandi, en það var nú svona fyrirkomulag sem stóð á Norðurlöndunum, allavega fyrir einhverjum áratugum. Það var ekkert óalgengt að formaður flokksins væri jafnvel ekki ríkisstjórn og alls ekki þá forsætisráðherra, en hérna. Og það er líka þekkt úr Íslandssögunni svo sem? Já, það er líka þekkt, en þetta er sem sagt á svona síðari tímum er þetta óvanleg staða og til þess að allt gangi nú svona eðlilegast fyrir sig, þá er það auðvitað besta fyrirkomulagið. Í þessu geta falist ákveðin sóknarfæri, ekki síst í aðdraganda kosninga, sem formaður getur einbeitt sér svolítið að þá framtíðarsýninni og undirbúningi kosninga, og meðan að þá í þessu tilviki ég varaformaðurinn, forsætisráðherrann, er að ljúka störfum ríkisstjórnarinnar sem við settum að stað. En á mig að þannig virkið talsveit ólíki menn. Þú ert svona hægari, þú kemur öðru sig fram, berð öðru sig að í hópi heldur en hann er meira áberandi talar herra, fer meira fyrir honum? Já, það auðvitað, svo sem allir einstaklingar eitthvað ólíkir, við erum sem betur ekki öll steypt í sama mótið. Nei, já, og hvernig gengur ykkur þá með þetta? Já, okkur hefur alltaf gengið Er hann baksætismilsi? Nei, við höfum alltaf átt ágætis alveg frá því að ég kom inn í stjórnmálinn 2009 og kannski meðal annars vegna þess að þegar hann var kosinn formaður, þá voru mikla breytingar á flokknum sem var hvatning fyrir þig sem var hvatning fyrir mig að stíga inn í þetta þá, var alls ekki á leiðin inn í pólitík þá, en við höfum síðan unnið mjög vel saman og kannski getur það verið hluti af því að við komum úr ólíkum áttum að verkefnunum og það hjálpi bara til. Og gengur ykkur vel í þessari sérstöku hlutverkaskipan? Já, okkur hefur gengið það, já. Allan tíman að vinna saman. Já, og leita ráða hjá honum? Já. En þannig að það gengur ágætlega, segirðu, en sko fréttirnar af flokknum eru kannski ekkit góðar, fylgismælingar ykkur neikvæðar? Já, það er auðvitað alltaf vonbrigði þegar þú ert að vinna í einhverju og telur þig verið að gera vel og við getum auðvitað státað af því sem af kjörtímabilinu hafa ekki bara lofað miklu í upphafi kosningabaráttuna 2013 og margir haldið því fram að við gætum ekki staðið við þetta og allt það. Og enn er reynda deilt hvernig þið stóðu við sumt að þessu? Já, það. Við getum farið betur yfir þessu. Já, við gerum þetta. Skuldaleiðréttinguna og kröfu að hafa eina föllum banka sem voru gríðarlega stór loforð, en við höfum staðið við og gott betur okkar mati og þá getur manni liðið þannig að við fáum ekki alveg metið það sem við höfum verið að gera. En hvers vegna þá? Er það vegna eitthvað annars? Það fer ekkert milli mála að eftir Vintrísmál og Panamaskjölin að þá er svona traustið farið af formanninum og þá jafnvel af flokknum. Þetta er eitthvað sem þið þurfum að vinna upp aftur, þið þurfum að endurvinna þetta. Já, það er auðvitað alltaf í pólitík að ef þú verður fyrir einhvers konar álitssnekki eða missir traust, þá tekur það yfir lengri tíma að vinna inn heldur en að tapa því. Það er svo sem gömul saga og ný. Þannig að við gerum okkur alveg grein fyrir því að það taki tíma. Við teljum okkur hins vegar vera í gríðarlega öflugri stöðu á grundvelli þeirra verka sem við höfum unnið. Sýnt fram á að ekki einasta erum við tilbúin að ráðast til allegu við hluti sem að aðrir hafa talið óframkvæmanlegt eða útilokað, en við höfum líka náð að fara alla leið og í sumum tilvikum lengra heldur en við sjálf höfum væntingar til. En það er alveg rétt hjá þér að þegar að mælingarnar eru ekki í takt við það sem þér líður sjálfum, þá þarftu aðeins að velta fyrir þér af hverju. Já, og þú hlýtur að gera það. Já. En núna er sem sagt stutt í kosningar og breyttu, stutt í kosningar og fólk farið að gefa sig fram sem kandidatar hér og þar í hinum einstökum kjördæmum. En svo kemur Gunnar Bragi Sveinsson, sem náttúrulega einn af þínu nánari samstarfsmönnum, og segir að eitthvað þá leið að það sé engin annar sem geti leitt Framsóknarflokkinn heldur en Sigmundur Davíð. Já, ég tók eftir því, hann sagði það og
Það auðvitað alltaf þannig, í alveg sama hvaða stöðu við erum, að það kemur alltaf maður í mannstað. Já, það alltaf einhver annar. Ég túlkaði nú kannski orð hans að hann hafi verið að meta það á þessum tíma, að væri hann bestur til þessarar forystu. Lýsa yfir eindregnum stuðningi. Já, ég túlkaði nú frekar þannig heldur hann væri að lýsa því yfir að það gæti enginn aldur og ævi orðið formaður Framsóknarflokksins. En nú hlýtur að hafa verið einhverjir sem hafa skorað á þig að fara þá í formannskjör í ljósi þeirra stöðu sem þú ert. Þú ert varaformaður í flokki sem hefur kannski ekki síst skaðast af framgöngu formannsins. Já, ég hef náttúrulega tekið fjölmörg viðtöl og meðal annars við þig, Sigurjón, alveg síðan í vor þetta og hefur lýst því að Sigmundur Davíð formaður Framsóknarflokksins, kosinn af flokksmönnum. Ég hef lýst því yfir, ég fari ekki gegn sitjandi formanni sem njóti stuðnings flokksmanna. En það leita til því? Já, sjálfsögðu það þannig að það auðvitað þannig að það eru ýmsir að velta fyrir sér svona stöðunni hvernig hún gæti verið og hvað væri hugsanlega hægt að gera, alveg eins og þú varst að vitna til áðan að skoðanakannanir svona sýna ekki fram á það sem við vildum sjá og hvernig væri þá hægt að ná þá til fólks. Já, ég trúi þér alveg, þú ert rólegur fyrir þessu, en þú væntanlega ætlar að halda fram að leiða lista flokksins í Suðurkjördæmi? Já, ég hef ekki önnur plön uppi. Nei, en svo að koma núna Lilja Alfreðsdóttir, hún búin að tilkynna, hún ætlar að sækjast eftir eitthvað, Reykjavík Suður, ef maður rétt? Já, ég kynntist nú bara Lilju fyrir nokkrum árum, þegar hún var svona komin inn í þessa vinnu, var lykilmanneskja í vinnu okkar við skuldaleiðréttinguna og vinnuna við slitabúinn og þá vinnu alla, stöðuleika skilyrðin og skattinn og það kom náttúrulega mjög fljótlega í ljós og þú bara uppgötar það mjög skyndilega þegar þú hittir hana, þar fer mjög öflug manneskja. Bæði klár og vel menntuð með góðan bakgrunn, hefur unnið á öflugum stöðum með Seðlabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, vel að sér. En það veit auðvitað enginn hvernig manneskja plumar sig á hinu pólitíska sviði og þess vegna var það auðvitað mjög ánægilegt að sjá að þegar hún steig inn sem utanríkisráðherra hvað hún gerði það held ég af miklum glæsileik og myndugleik og ég held að það var allir tekið eftir því. Þannig þú fagnar að hún ætlar að vera áfram í stjórnmálum? Klárlega. Það er mjög ánægður með að hún sé að koma inn í baráttuna með okkur. Gríðarlega öflugur stjórnmálamaður. Nú þegar. Framsóknarflokkurinn að vera 100 ára gamall. Og þið minnist þess hvað síðar árun eða? Já, ég minnir það síðan 16. desember sem svona dagsetningin Já. Og 100 ári mikill langur tími í sögu flokks. Það engin flokkur á Íslandi eldri. Nei. Og hann hefur lifað bæði ýmsa uppgangstíma í samfélaginu og einnig fyrir flokkinn og einnig sem gerist náttúrulega í 100 ára sögu að þú fer líka niður á við. En við erum núna 100 árum síðar gríðarlega öflug í forystu í ríkisstjórn og höfum leitt til lykta mörg af stærstu verkefnum eftir hrunsáranna og ég fullir að við séum í raun og við erum búin að fara núna á þessu kjörtímabili að klára þau verkefni og næstu kosningar snúist hvaða framtíðarsýn stjórnmálaöflin í landinu vilja bjóða upp á hvernig samfélagi ætlum við að lifa í næstu 10-20 árin. Af því að við erum búin að ljúka öllu hinu. Og þannig var staðan ekki í voru 2013, eins og við munum öll. Nei, en það svo sem margt gerst á tímabilinu 2009 til 2013 sem að þið hefði byggt á. Sannarlega, og gerum ekki lítið úr því. Ég hef reynda fullyrt að við hefðum getað byrjað fyrr. Og vegna ákvarðana sem menn tóku á því kjörtímabili hefðum við verið einu hálfu ári lengur í þessu kreppuástandi en við hefðum þurft að vera. Og þá ég auðvitað að vísa til annars vegar skuldaleiðréttingarinnar og hins vegar hvernig að okkar mati átti að taka á slitabúanum. Að það hefði verið nær að kjósa fyrr 2012 eitthvað. Já, ég á því. Sem og þið eru raunlega að gera núna. Já, í raun. Og nú erum við svolítið búin að ljúka þessum verkefnum okkar á kjörtímabilinu. Við förum yfir stjórnarsáttmálann, þá erum við núna á þinginu sem að hefjast núna eftir helgina að fara fram með svona síðustu málin til þess að ljúka þeim loforðum sem við gáum kjósundum okkar og síðan sem komið fram í stjórnarsáttmála sem þetta samstarf milli tveggja flokka. Mikið rétt. Og þar alveg einhverja málamiðlanir það. En að því loknu
þá ekkert óeðlilegt að menn segja akkur ættu við þá að vera að hanga í ríkisstjórn. Vissulega kom alltaf upp ný mál og það skiptir máli hverju stjórna. Ég legg mikla áherslu á það. Þegar Þorsteinn Pálsson sagði hér, held ég bara í síðustu sundagi hérna hjá mér, að fyrri ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttur, hún hafi raunverulega þegar hún var búin að vinna í prógramminu með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þá hafi eiginlega fjara undan henni stóra verkefni var að baki. Og hann sagði sama ykkur þegar að núna þegar með slitabúin og að þá stóra mál þeirra núverandi ríkisstjórnar búið og þá var eðlilegt að kjósa. Það vill oft fara svona vindurinn úr seglunum. Það er sumpart þannig. Auðvitað vildum við gjarna núna hefja vinnuna við innviðauppbygginguna. Við erum auðvitað búin að vera í því að bæta í heilbrigðiskerfið stórlega öll þessi ár og ýmislegt annað. En það svolítið, við getum sagt svolítið strik í sandinn. Stóru verkefnin við endurreisnina eru búin og við erum að fara í hitt og auðvitað hefðum við gjarnan viljað njóta ávaxtanna af að búi til svona góða stöðu. Við höfum ekki búið við þvílík efnahagsskilyrði sem við erum akkurat núna, sennilega aldrei á lýðveldissögunni. Og auðvitað væri ánægilegt að hefja þá vinnu, en á sama hátt getum við þá lagt bara verk okkar í dómkjósa og sagt ef þið treystið okkur til þess, þá ætlum við að gera þetta svona, við ætlum að tryggja þann stöðuleika sem við höfum náð, við ætlum að halda áfram á þeirri braut, en núna erum við búin að búa svo vel í haginn að við getum farið í þessa innviðauppbyggingu á fullri ferð. En hér í þessu myndveri bara viðmælandi eftir viðmælanda sem segir að ekki bara ríkisstjórn, Íslendingar hafi verið einstaklega lánsamir. Það lágt verð á ráðvöru sem erum að kaupa til landsins. Við útflutningstekjur okkar eru mjög háar, ferðamannastraumurinn aldrei verið eins og nú og þannig að hafa verið streymt til okkar peningar og innkaupin hafa verið í svona, læra verið heldur náttúrulega stáður. Þannig að þetta hafi nú verið svona lukka, þetta sé ekki alltaf endilega verk ríkisstjórnarinnar. Nei, ég ætla heldur ekki að halda því fram að það er að þakka okkur allt gott sem gerist. En á sama hátt heldur ekki að kenna stjórnmálamönnum á hverjum tíma allt vont, en vera ekki tilbúin að þakka eða viðurkenna að það skipti máli hverju stjórna. Þú nefndir ferðamannastrauminn. Í upphafi kjörtímabilinu vorum við búin að taka deilu í lok síðasta kjörtímabils það að við ætluðum að halda virðisaukaskattinum á gistingu í lægra þrepinu. Vegna þess að allir sérfræðingar erlendis frá og frá þeim löndum sem við höfum verið að skoða bentu á ef að það færi í efra þrepi þá myndi það fæla frá túrisma. Við gerðum það ekki. Hjálpaði þetta? Á nefa. Get ég metið það hversu miklu máli það skipti? Veit ég ekki. En það skipti máli hverju stjórna. Og varðandi síðan það sem þú nefnir með ýmislegt annað, sjávarútveginn og afurðaverð og eitthvað slíkt. Skiptir máli að við sendum út þau skilaboð hvernig við vildum sjá fyrir okkur að sjávarútvegurinn gæti blómstrað, haldið áfram að búa til mikil verðmæti fyrir þjóðarbúið. Auðvitað skiptir það máli. Fyrirtækin fóru í fjárfestingar, héldu áfram að þróa nýja markaði, reyna að finna sem hæstu verð eins og þeir ávallt hefur gert, í burtu frá þeim pólitískum óstöðuleika sem greinin hefði búið við kjörtímabilinu áður. Allt skiptir þetta máli. Þannig að ég myndi vilja svara þessu svona, Sigurjón. Vissulega sigldi makrillinn inn í lögsögun okkar og við nýttum hann hins vegar á skynsaman hátt. Vissulega urðu hér eldgos sem vöktu athygli á Íslandi og efnahagshrun. Okkur tókst stjórnvöldum, og ég ætla ekki að taka það frá fyrri ríkisstjórn, að búa til svona jákvæða umfjöllun hvað væri gott á Íslandi. Í dag það þannig, þegar maður fer erlendis, að þá kemur fólk til okkar og segir, segðu mér, hvernig gátu þið farið frá hruni á þessum stutta árabili í þetta ótrúlega efnahagsástand sem þið eru komin í dag. Og hverju svarar? Ég auðvitað fer bara yfir allt það sem við höfum gert. Við til dæmis, Framsóknarmenn, lögðum áherslu á það 2013 að heimilin væri undirstaða atvinnulífsins, efnahagslífsins. Ef að heimilin yrði ekki í lagi, þá væri ekki almennilegt efnahagslíf og atvinnulíf í landinu. 2013, minnir mig eða 12, þá skulduðu heimilin 125% af landsframleiðslunni, með því hæsta í heimi, álíka á Danir og nokkru fleiri. Í dag erum við komin niður undir rúmlega 80%. 45% stigum lægri.
Seðlabankinn segir að stórum hluta vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar, leiðréttingarinnar og fleira. En það fleira sem spilar inn í. Ég hef tekið eftir því að menn hafa svona verið að velta því fyrir sér að við erum auðvitað svona á barmi þenslustigs, kannski í einhvers konar þenslu ástandi, einkaneysla eykst. En á sama tíma heldur fólk áfram að greiða niður skuldir sínar. Ég fullyrði að Íslendingar hafi lært á hruninu. Ég fullyrði að þær aðgerðir sem við höfum gripið til, svo umræða sem við höfum lagt á borðið hvað máli skipti, galla verðtryggingarinnar, áhættuna við það að skulda of mikið inn í framtíð sem að gæti síðan leitt til einhvers verðbólguskots ef við missum tök á stöðugleikanum. Að menn hægi sér með miklu skynsamlegri hætti heldur en áður og það gefur okkur færi til þess að taka fleiri skref í þessa átt. Íta undir hegðun fólks, hjálpa fólki að taka þáttið og þannig að það njóti ávinningsins. En þetta ekki meðal annars hræðsla fólks frá hruninu? Fólk sem misti mikið? Jú, við lærum oft því miður ekki fyrir svona erfiðan háttinn. Það er dýrlexía. Mannkynssagan svo að maður lærir oftast ekki að mistökum annar heldur bara sín megin. En við höfum fjallað það hér til dæmis og þú hlýtur hafa séð það víðar að hluta því fólki sem fékk leiðréttingu, það telur sig vera verr sett en áður vegna þess að vaxtabæturnar lækkuðu eða? Já, ég tek eftir þeirra umræðu og nú skulum við aftur taka það sem ég sagði þaðan. Telur fólk að það væri í betri stöðu ef það skuldaði núna 125%? Nei, nú reikna bara hver fyrir sig. Já, ég er að segja það. Meðaltölin ekki alltaf góð. Nei, ég er að segja, er betra að vera svakalega skuldsettur og fá háar vaxtabætur eða er betra að hafa fengið skuldaleiðréttingu, lækkað höfuðstólinn stórlega, eignast meiri eigið fé í sínur fasteign og þar af leiðandi fá lægri vaxtabætur. Og ríkið setti peninga sem við tókum frá bönkunum, frá slitabúum, kröfuhafana í leiðréttinguna. Sko, hér satt hjá mér kona sem að fekk 2 milljónir niðurfelldar í leiðréttingunni ykkar. Skuldir heimilisins lækkuðum 2 milljónir sem lækkuðum og sem nam þá 14.000 krónum cirka lægri greiðslubyrði á mánuði sem svo helmingum gengið reynda tilbaka þannig að það eftir 7.000 krónur, gott og vel. Eignarhlutur hennar óx í búðinni en hún misti vaxtabætuna sem hún hafði 400-500.000 á ári áður og hún segir, sko, ég er mikið verr sett og eignamyndunin, hún segir, mér kemur hún ekkert við, hvað er að gera við hana? Eignamyndin auðvitað líkilættir. Já, nei, í daglegu lífi. Það er ástæðan fyrir hruninu og á sama tíma hefur launin Við erum að hlusta á þetta til enda að kona sem sko þarf að hafa bara fyrir því að ná endum saman þó að sko eignastofnin hækki og þar á meðal hérna fasteignagjöldin þá. Að þannig að hún segir, samanlagt ég verr sett, ég hefði betur sleppt í að sækja hérna skuldaleiðréttinguna því að hana munar sem sagt, hverja krónu inn í fjárhagsreikning heimilisins. Hvort er betra að skulda mjög mikið og fá bætur frá ríkinu vegna þeirra skulda eða eiga stærri hlut í sinni eign, borga lægra tilbaka til bankakerfisins sem er 7.000 krónur á mánuði. Ef leiðréttingarnar hefði ekki notið við, væri það þá 25.000 en ekki 14 sem væri að borga. Nei, þetta er fyrir eftir leiðréttingu. Það hefði hækkað. Þú segir að það gengið tilbaka. Það er vegna þess að verðbólgan hefur verið í kringu 2% núna í 30 mánuði í röð. Það hefur aldrei verið svona lág í svona langan tíma. Nei, mikið rétt. Og við getum rætt það eftir. Þetta er náttúrulega, sko, það er mjög gott. En við mögum ekki gera lítið úr vanda þess fólk sem að saman bæti frá ríkjuna hvað það er, að fólk ef það byggir sko afkomu sína á einhverju sem það hefur. Kaupmáttur launa hefur hækkað rúmlega 20% á 2 árum, sem er fáheyrt í vestrænum heimi. Það hefur tekist að koma þeim kaupmáttaraukningu til fólks. Auðvitað er þetta meðaltöl og það getur verið að þessi einstaklingur sem þú nefnir hafa ekki notið þess. Það er ein af ástæðunum fyrir því að fólk fær lægri vaxtabætur vegna þess að tekjurnar hafa sannarlega aukist. Önnur ástæða fyrir því að fólk fær lægri vaxtabætur vegna þess að það á núna meira í húsinu og
borgar lægri vexti til bankans. Viljum við hafa kerfi þar sem að ríkið borgar háar vaxtabætur sem renna stórleiti inn í fjármagnskerfið eða viljum við að ríkið búið til hvata til þess að fólkið eignist stærri og stærri hlut í sínum húsum, borgi minna til bankana og hafi síðan þá meira til ráðstöfuna til annarra hluta. Ég held að við eigum að taka þessu umræðu svolítið þar. Já, ég skil mjög vel það sem þetta segja og þetta er fínt markmið en það til að við allir komist þessa leið, það er það sem er. Já, og það er við meðum ekki skilja eftir. Það er rétt og til að mynda af því að það var nú talað um það í leiðréttingunni að við værum að skilja leigumarkaðinn eftir og eitthvað svona. Við sögðum leiðréttingin var ekki, markmið leiðréttingarinnar var ekki að taka á öllum vanda, hún var að taka á vanda þeirra sem áttu húsnæði. Síðan snerum við okkur að húsnæðiskerfinu og við erum komið með nýtt kerfi í bæði félagslegu húsnæðiskerfi og á almanna leigumarkaðanum. Það sem markmið er að þeir sem eru á leigumarkaði sé ekki að borga nema 25-30% af tekjum sínum í leigu í staðið fyrir í mörgu tilvikum 60, 70, jafnvel 80%, sem er þetta algjörlega óbærilegt og nauðsynlegt að taka á. Þetta gerðum við í vor. Við höfum líka séð á liðnum árum að það hlutfall fólks sem á séreign, sem var mjög hátt hérna bara fyrir 10 árum, hefur lækkað með ótrúlegum hætti. Og við höfum heyrt umræðan ungt fólk sem að eigi erfiðara með að eignast húsnæði en oft áður. Og við erum að bregðast við því, meðal annars í nýju máli sem að við munum kynna hérna eftir helgina, þar sem að við erum að breyta stóra kerfisbreytingu í þessu umhverfi líka og höfum þá tekið á öllum húsnæðismarkaðnum í heild sinni. Sér úrræði fyrir ungt fólk sem var að kaupa þá sína fyrst íbúð eða? Já, það snýr svona fyrst og fremst að því. Við vorum að tala skuldaleiðréttinguna en þú sagðir búin að efna öll okkar kosningalóforð, ekki verðtrygginguna. Það er eitt af því sem við erum að koma fram með núna. Við settum á laggirnar strax, og það var í stjórnarsáttmálanum, að skoða skildi með hvaða hætti það er gert. Fyrstu hugmyndir var að það yrði samtvinnað við leiðréttinguna. Eftir að sérfræðingar fóru yfir það, þá kom í ljós að það væri of mikið flækjustig. Það myndi gera þá aðgerð mjög flókna eða jafnvel illframkvæmilega, þannig að við tókum þá á það ráð að setja á laggirnar sérfræðingahóp, eins og við munum eftir, verðtrygginguna, sem skilaði áliti, ef ég man rétt, í janúar 2014. 2 álitum. Og það voru 2 álit, það var minnihluta álit Vilhjálms Birgissonar og síðan meirihluta álit og á grundvelli meirihluta álitsins, meðal annars vegna þess að við erum í samstarfi við annan flokk, við ráðum ekki öllu eins og gengur gerist í ríkisstjórnum á Íslandi, að þá í maí 2014 var komið samkomulag með hvað hætti það skildi allt saman unnið. Og síðan höfum við verið að innleiða það. Þeir settu nokkra fyrirvara, þeir sögðu í meirihlutaálitinu og Vilhjálmur Birgisson hefur sannarlega tekið undir það, að 40 ára verðtryggð jafngreiðslulán sé eitraður kokteill. Það sé svona verið að lokka fólk inn í lánafyrirkomulag, þar sem að það virðist geta auðveldlega staðið við greiðslubyrðina, síðan smátt og smátt kemur kúfurinn þegar alltaf verið að bæta láninu aftan við, síðan kemur verðbólguskot sem hefur oft gerst í íslenskri efnahagssögu og allt í einu verður kúfurinn óbærilegur og þegar þú í 27 ár ert ekki að greiða niður lánið. Það er alltaf að hækka, þú ert alltaf að borga, það fyrir alltaf hækkandi afborgunin en höfuðstólinn hækkar. Og þetta kallaðir eitraðan kokteil af því að fólk sér ekki fyrir endan á þessu. Þeir töldu að til þess að banna 40 ára jafngreiðslulán þyrfti að koma til þó nokkrir aðrar breytur. Það þyrfti til dæmis að breyta húsnæðiskerfinu, það erum við búin að gera. Það þyrfti að setja inn heimildir til þess að Fjármálaeftirlitið geti stýrt veðsetningarhlutfalli á einstökum lánaflokkum, jafnvel til einstakra hópa. Það er í þinginu, búið að vera núna síðan í fyrravetur, við erum vantarlega afgreitt núna á næstu vikum í svokölluðu fasteignafrumvarpi. Það þyrfti að setja inn hvata til þess að hægt væri að taka óverðtryggð lán. Það erum við að koma með í kynningunni í sambandi við séreignarsparnaðinn og nokkur slík fleiri atriði sem að þyrfti að vera til staðar til þess að þetta væri hægt. Þegar við fórum síðan og greindum það, þá kemur það til ljós að ákveðin hópur sem að hefur lægri tekjur og oft á tíðum ungt fólk myndi ekki ráða við greiðslubyrði ef að lánið væri til 25 ára.
og þess vegna erum við svona að útfæra það með öllum þessum tillögum sem hafa komið eftir nákvæma skoðun og þá erum við tilbúin til þess að koma fram með máli núna og það sem ánægjulegt að núna eru efnahagsaðstæðurnar í landinu með þeim hætti að þetta mjög gerlegt og auðvelt. Þannig að við erum að taka stór skref algjörlega í anda tillagna sérfræðinga sem hafa lagt til og höfum þá fyllt í bóksinum það hvað þyrfti að gera til þess að þetta væri hægt. Þessi lán sem við kalla Íslandslán, þessi 40 ára jafngreiðslulán, að þau muni heyra sögunni til? Það það sem við erum að setja inn með ýmsum hætti og ég vil kannski ekki fara allt og mikið út í dag af því að við ætlum að kynna það eftir helgina. Og eru stjórnarflokkarnir sammála í því máli? Við erum að vinna samkvæmt stefnu stjórnarsáttmálans og því sem við ákváðum í maí 2014 hvernig við getum gert þetta. Já. En þetta sem sagt, nú eru flestir sem taka þannig lán? Já, af því að það hefur ekki verið hægt að bjóða upp á hvata til þess að gera óverðtryggðu lánin. En hvernig hvata? Það það sem við komum inn á og samtvinnuna við séreignarsparnaðinn. Það mjög spennandi lausn. Þannig að þeir sem eiga séreignarsparnað? Við hyggjumst með þessu að annars vegar koma myndarlega til móts við fyrstu kaupendur á fasteign, ungt fólk. Og það svona með bara framlagi þá úr ríkissjóði? Nei, raun og veru ekki, en þú munt fá hérna mjög nákvæma kynningu á því ég vil ekki nota tækifæri í dag fyrir að stela frá kynningunni. Annars vegar þetta og hins vegar að taka mjög stór skref inn í breytingu á lánaformi sem að mönnum muni bjóðast við íbúðarkaup. En þetta ekki á markaðslegum lausnum. Þetta ekki þau lán sem þegar eru? Nei, það auðvitað miklu flóknara og það þá hérna að leggjast yfir það hvernig það væri hægt. En þú talar ungt fólk. Það eitt af því sem hefur kannski skekkt myndina svolítið hérna, það það hvað var allavega kannski enn að ungt fólk bara yfirgefur okkur. Einmitt kannski vegna húsnæðismála? Já, sko, við höfum látið greina þetta dálítið og við vorum svona að melta þessu fyrir okkur til dæmis í aðdragandi þessara kynningar. Og þetta nú ekki það sem kemur út úr þeirri greiningu Hagstofunnar að þetta sé, að við getum fullyrt að svo sé. Nei. Og alls ekki. En við hins vegar vitum það að það sem hefur verið að gerast á hérna síðustu árum að og þetta ekki bara á Íslandi, þetta allan heim, að aðrar kynslóðir, þær hafa notið meiri ávinnings af batanum í svona hagvexti Vesturlanda heldur en unga fólkið. Ef þú ber síðan saman ungt fólk í dag, 2016, við þá stöðu sem það hafði 1996 eða 1986, þá staðið þeirra auðvitað betri. Og það ekkert erfiðara fyrir þennan hóp að kaupa fasteign heldur en var 96. En í hlutfalli... Það þökk sé Íslandslánunum? Já, meðal annars. En í samanburði við aðra hópa, aðra kynslóðir, þá hefur þessi hópur dregist aftur úr. Menn hafa bent á meðal annars vegna þess að þeir hafi meiri og dýrari námslán á bakinu. Og það frumvarp fyrir þinginu sem að taka sannarlega á því myndi gjörbreyta því fyrirkomulagi að langflestir myndu fara út úr háskólanámi sínu með mun lægri skuldir á bakinu. Við höfum líka séð þá breytingu að það erfiðara fyrir ungt fólk að fá vellaunuð störf. Það auðvitað vaxið framboðið, tökum bara lögfræðinga sem dæmi. Það vaxandi vandamál fyrir þá að fá vinnu sem sérstaklega vel borguð og síðan fara menn aðeins upp. Og svo í þriðja lagi að þá hefur ekkert óeðlilegt kannski að ungt fólk sækir í minnstu eignirnar og hér á höfuðborgarsvæðinu, á dýrasta svæðinu og þær eignir hafa kannski tvöfaldast í verði í samanburði við stærri eignir. Þannig að annars vegar eru svona ákveðnar aðstæður sem hafa orðið til þess að þessi hópur eigi aðeins erfiðara með að fara inn á markaðinn, bæði atvinnumarkaðinn og húsnæðismarkaðinn og svo eru þeir að keppa á markaði húsnæði þar sem hæstu og mestu hækkanirnar. En ef allt gengur eftir, þá þetta 1,5 mánuð til kosninga?
Nei, við erum sem sagt, við reiknum með því að þingið geti starfað í það minnsta 6, jafnvel 7 vikur leikandi, nú lengur ef þurfa þykir og kosningarnar síðan þá 3-4 vikum síðar. Hvað heldur þú hver heldur þú að verði átakamálinu? Sjávarútvegurinn? Mikil umræðum að hann núna, sérstaklega ekki síst eftir að Færeyingar fóru að bjóða upp hluta sínum aflaheimildum? Já, við getum nú örugglega tekið sér þátt það. Ég hef svona skoðað þetta aldrei vel af því að ég fylgdist með þeirri umræðu. Ég var út í Færeyjum þegar þeir voru að kynna þetta og ætluðu að keyra þetta gegnum þingið í desember síðastliðnum og við urðu frá að hverfa, breyttu því og eru auðvitað bjóða bara upp 10% af aflaheimildum sem þeir hafa síðan búið sér til. Þetta er ekki sko gjald á aflan innan Færeyja. Nei, en allar ferðir hefjast einu skrefi. Já, það er hægt að ræða aðferðafræðina, en það sem þeir tökum bara makríl eða kolmun eða eitthvað, það sem þeir hafa, eða síld, það sem þeir hafa ákveðið að auka sína hlutdeild í sameiginlegum stofni okkar, Evrópusambandsins og Noregs og Færeyinga. Já, svo erum við þorski líka í Barentshafi. Tvöfalt, þrefalt. Og svo þeir áttu kannski að veiða 100.000 tonn samkvæmt samningnum, þeir ákveða að nú ætli þeir að veiða 200.000, segja upp samningnum og segja við ætlum að veiða 200.000 og svo bjóða þeir upp 10% sem eru 20.000 tonn eða 20.000 tonn okkar sem þeir að bjóða upp og svo er þá veiðigjaldinu ef við myndum smyrja því nú yfir á all 180.000 er það þá sambarilegt við veiðigjaldi sem er á Íslandi, þannig að það er margt sem þarf að skoða í þessu og þeir eru ekki að bjóða upp neitt á sínum eigin miðum vegna þess að sá fiskur ekki til, vegna þess að kerfi sem þeir hafa það kemur þessum uppboði náttúrulega ekki til. Að hluta til. Þess vegna er ekki hægt að hafa uppboð á því sem ekki til, sko. Nei. En við getum gert sambærilegt hér. Nei, sko, stofnarnir hjá þeim hrundi ekki vegna útboða 2016? Nei, þeir hrundu vegna þess að þeir eru með sóknardagakerfi sem að skrapaði upp allan fiskinn. En við erum með kvótakerfi, þar sem að menn geta skipulagt sig, þar sem við leggjum alla áherslu á sjálfbærni og orðstýr okkar á þessum vettvangi heiminn allan. Nú var ég sjávarútvegsráðherra í rúm 3 ár og þekki þetta mjög vel. Orðstýr okkar lands og sjávarútvegsins er frábær. Við þykjum vera sú þjóð sem höfum okkur með skynsamlegustum hætti við nýtingu auðlindarinnar. En á móti kemur að sko tekjur sjávarútvegsins eru mjög miklar og þangað er horft. Já. Ef við færum sömu leið á Færeyingar, af því að segjum bara að Hafrannsóknastofnun hafi núna gefið 250.000 tonna kvóta, þá myndum við bara auka hann 30.000 og bjóða upp þau 30.000. Og erum við þá klók? Værum við þá að styðja undir sjálfbærni? Eða bjóða upp það sem er aukningin? Þessi umræða hefur átt sér stað og við höfum skoðað hana og ég held að það sé hægt að finna flöt á þessu. Fyrirkomulagi, ég sannarlega reyndi það í frumvarpi og við höfum reynt það síðan að reyna að ná svona víðtækari sátt. Ég held það sé hægt og ánefa getur þetta orðið umræðefni. Ég held að stærri umræða verði fjármálakerfið. En ég býti fyrir, þarna finnst mér þú vera að segja sko, þú vildir fara hluta þessa leið. Ekki endilega uppboð, heldur sem sagt vorum við að leita eftir að ná fram þessari sömu sýn á það hvernig við getum annars vegar nýtt alla kosti kvótakerfisins og hins vegar tekið á þeim göllum sem sannarlega eru fyrir hendi. En þú náðu því ekki gegnum ríkisstjórnina? Hvorki gegnum ríkisstjórnina né þessari víðtæku sátt sem þarf að vera því að ef við erum að fara í kerfisbreytingar sem síðan er bara áframhaldandi deilurum og kosningar á 4 ára fresti, þá náum ekki fram því sem er tilgangur kerfisbreytingar. Stjórnarandstaðan var líka á móti þessum breytingum? Hún var ekki tilbúin að vera með, nei. Og þetta urðu þið vonbrigði, við höfum rætt á því. Já, gríðan. Og ef það ekki fyrir vikið, gæti sjávarútvegur orðið umræðuefni í kosningum, en ég held að verði meiri áhersla lögð á fjármálaumhverfið og þær breytingar sem þar þarf að vera og án efa á þá staðreynd í hvaða stöðu við erum í dag og hverjum er þá treystandi til þess að viðhalda þeirri stöðu. Við höfum heyrt skoðanir Vinstri grænna og Pírata að hækka skatta 100 milljarða á fólk og fyrirtæki í landinu, taka leiðréttinguna tilbaka og eitthvað slíkt. Já. Er það besta leiðin til þess að viðhalda stöðuleika og efnahagslífi?
Kannski ykkur þingmaður sagt þetta þetta nú ekki stefnur þessara flokka það. Já, þeir setja þetta náttúrulega ekki fram með þessum hætti. Ég er auðvitað að túlka það sem þeir eru að segja. Og ég held umræðan verði svolítið þarna. Við erum hins vegar í umhverfi í dag þar sem að við megum ekki auka á þensluna. Þannig að ég til dæmis að skattalækkanir á næstu árum séu fráleitar við þær aðstæður sem eru uppi. Þú lerkar einlega í morgunblaði. Þið eru húskammaðir að dag eftir dag. Við höfum lækkað skatta, við höfum gert það meðal annars sem hluta af kjarasamningsaðgerðum og hluta af því að það voru samþykktir kjarasamningar hérna í fyrra var lækkun á tekjuskatti millitekjufólksins. Við höfum verið að gera eins og svoleiðis þætti en ég held að það sem við erum að horfa fram núna næstu árin og það til dæmis í fjármálaáætluninni sem er til 5 ára, þar eru ekki lagðar til neinar skattalækkanir. Og staðan er einfaldlega svo að til þess að viðhalda stöðuleika þá getur ríkisvaldið ekki aukið á þensluna með stórfelldum skattalækkanum. Við hins vegar þurfum að gera ýmislegt til þess að tryggja annars vegar að þessi stöðuleiki og uppbygging atvinnulífsins og hagvöxturinn haldi áfram en á sama tíma að tryggja sem mun alltaf verið mjög mikilvægt hjá okkur framsóknarmönnum að tryggja því félagslega kerfi sé nægilega öflugt. Þar erum við með tillögur, við erum með kerfisbreytingum í almannatryggingum, við erum að uppfylla, verðum með tillögur fæðingarorlofssjóðinn að endurreisa hann samkvæmt tillögum sem að nefnd skipaði þar. Ég held að þetta verði kosningamálin. Á sama tíma á síðasta kjörtímabili þá var þáverandi ríkisstjórn gagnrýnd fyrir það að hún ætlaði að reyna að gera sem mest bara að hún væri að fara frá völdum og vissi bara að einhvern veginn að það er því svona biði að hún kæmist aftur til valda. Er þetta í sama ykkur? Nei, ég held alls ekki. Af hverju? Í fyrsta lagi erum við búin að ljúka allflestum af stóru málunum. Við erum að fara núna inn í þing sem að getur starfað í 6 vikur sem er næstu því jafn langt og hefðbundið haustþing eða vorþing. Næstu því. Einu munurinn núna er að langstærsti hlutin af málunum er búin að vera til umfjöllunar í þinginu í marga mánuði og eru núna nefndafundir þar sem að það er verið að taka þessi mál út í stórum stíl tilbúin til 2. og 3. umræðu. Þannig að sá málafjöldi sem við erum að leggja til að vera kláraður, sum stór mál án ef einhverju leyti umdeild hafa nægan tíma í þinginu til umræðu, umfjöllunar í samfélaginu og afgreiðslu. Að það gengur betur núna þá samstarf stjórnar og stjórnarandstöðu heldur en að gera þá? Það gerði gríðarlega vel í vor og ég hef bara... Þú ert eiginlega að lýsa það núna, það er bara að þingið byrjað, nefndirnar er byrjaðar. Já, allar væntingar til þess að ég held að hvar í flokki sem mennum standa, minnihlutanum eða meirihlutanum, þá gera menn sér alveg grein fyrir því að ein af ástæðum þess að þingið eða á Alþingi, stjórnmálamenn og jafnvel flokkar njóta ekki mikils trausts, eru þessi vinnubrögð sem hafa tíðkast. Og leiðin út úr því er svolítið svo að við setjumst niður, reynum að leysa mál, afgreiðum mál og ef það er mikill ágreiningur þau, annarkvort að reyna að finna einhverja málamiðlanir. Nú ef svo er ekki, að þá allavega að láta þær þá koma til atkvæðagreiðslu. Þú talar hérna þú ert að minna á Framsóknarflokkinn sem félagshyggjuflokk. Já. Þú ert að því. Já. En þá langar maður að spyrja þig nýjustu fréttir eða þú vitnaðir nú í stjórnmálamenn áðan úr minnihlutunum en þá Ólöf Nordal og Guðlaugur Þór Þórðarson, þau hafa verið að tala fyrir einkarekstri flugvallarins, Keflavíkurflugvallar, samgöngumannvirkja annarra. Já, það er bara einhver þættir sem við ættum að skoða á Norðurlöndunum sem við berum okkur oft saman við. Þar eru ákveðnir þættir fjármagnaðir með þessum hætti. Til að mynda samgöngur, til að mynda í Noregi. Það eru, höfuðflugvallar Norðurlandana er allir eigu ríkisins nema í Kaupmannahöfn. Já, og þar er umræðan, að þeir verði eignast af flugvöllin aftur, það eru kennari Kanada sem er 60% á. Nú var ég bara að nefna að almennt er þetta PPP eða Private Public Partnership. Já, finnst þér að koma til greina? Mér finnst að koma vel til greina með sama hætti og á Norðurlöndunum, löndum sem við lítum á sem bestu velferðarkerfi í heimi og við getum farið svipaða leið og þau lönd. Ég útiloka alls ekki neitt slíkt, en við þurfum að skoða ákveðin dæmi og við höfum lýst yfir skoðunum okkar að hvaða þætti við séum tilbúin að skoða og hvaða þætti við erum alls ekki tilbúin að skoða. Við erum til dæmis ekki tilbúin að skoða
stórfellda einhver engavæðingu í heilbrigðiskerfinu. Það allt annað að settur inn enga rekstur á ákveðna þætti eins og við bara séð í Svíþjóð og Danmörku. Og við náttúrulega með eins og tannlækningar. Við höfum sagt að við séum aldrei tilbúin að selja Landsvirkjun, svo dæmi sér tekið. Nei. Þannig að það eru svona ákveðna línur sem við höfum alltaf tekið, en við erum alltaf tilbúin að skoða af því að við erum ekki bara félagshyggjuflokkur, heldur erum við líka flokkur öflugs einstaklingsfrelsis, samvinnu fólks til að vinna saman og öflugs fyrirtækjaras. Við erum atvinnuflokkur líka. En núna styttist í ég það ekki hvað, flokksþing hvað heitir hérna? Miðstjórn. Miðstjórn, já, sem kemur saman í september. Næst aðsta vald flokksins, milli flokksþinga. Sem væntanlega tekur ákvörðun flokksþing, eða það er á valdi miðstjórnar, er ekki rétt hjá mér? Jú. Í ljósi stöðu flokksins, er ekki nauðsynlegt að þar komi til að verði flokksþing þar sem að verði með einhverjum hætti kosið forystu flokksins. Þetta hlýtur að vera fyrir manni eins og þig, þetta hlýtur að vera óþægileg stað og þreytandi að horfa flokkin í mælast mjög lágt í skoðanakönnunum, sjaldan lærra á hefur og stundu þurft að kafa djúpt, en það ekki, þetta hlýtur að vera, það hlýtur að þurfa að gera eitthvað róttækt. Já, svona heilt yfir hefum við verið að mælast með eitthvað 10, náð hæst 13 og einstaka niðurskotnir í einhver 7. Já. Og ég tek undir með Sigurjón og það er alveg ósættalegt fyrir Framsóknarflokkinn og... Já, ég var að gera þér hvernig þú hlýtir að hugsa, ég er kannski minn ágjur að því en þú. Já, ég veit, það vættir ekki vera það með við sögu flokksins og afrek hans á 100 ár. Þá ættum við að gleðjast saman yfir því þegar hann er þáttakandi við borðið. Já, en hann stendur þér nær en mér. Já, klálega. En varðandi miðstjórnarfundin og flokksþing, þá er það eitt af hlutverkum haustfundar. Og fundum á vorin og haustin. Nú er búið að ákveða miðstjórnarfund haustsins 10. september og það er bara lögboðið hlutverk hans að fjalla hvenær boða skuli til flokksins. Þannig að það verður fjallað það þar. Já, en þar er tekin ákvörðun forystu flokksins og líka málefni, stefnumál flokksins. Ég reiknar og reynda með að við munum nýta þennan miðstjórnarfund til málefnavinnu líka. Sem kosninga undirbúningur, mála, skrá kosningarna hlýtur að vera eitt sem brennir á okkur. En gengur bjartsýnna til kosninga? Já, algjörlega. Gerð það. Og það byggir á því að, eins og við hófum kannski þáttinn, ég var að ræða þessi gríðarlega stóru mál sem að mjög margir, ég ætla nú ekki að segja allir aðrir en hversu framkvæmlega, en mjög margir, svo að það væri nánast óframkvæmanleg og notuðu alls konar niðrandi orðum þessar hugmyndir okkar. En þú veist að það verði átökum það hvort þið hafið og þá hvernig þið hafið. Það er af allar gengið eftir. Þú veist samt að þú ættir að verjast í kosningabaráttunni. Ég hlakka til þess. Vegna þess að þá er umræðan það sem við höfum verið að gera. Og það verður ekki leiðilegt að tala það. Það var fólk hér hjá mér áðan, Heiða Kristín Helgadóttir og Þórður Snær Júlíusson og þau er svona að ein af þeim ógnum til að geta breytt kosningabaráttunni, geta hann leiðilegri, það væri það að hún yrði Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Það myndi skyggja á málið. Ég held að kosningar... Hann er fyrirferðar mikill maður. Klárlega og sannlega umdeildur en kannski held ég að þessi nú kannski aðallega og muni sérstaklega þegar frálíða stundir verða hort til hans sem mannsins sem kom fram 2009 með hugmyndur hvernig við kemast út úr hruninu við útferðar 2013, lofuðum hvað við ætlum að gera unnum kosningasigur og framkvæmdu þar. Ég held að það verði nú þannig. Ég tek undir áhyggjur þeirra ef að kosningabarátta á að fara að snúast einstaklinga. Ég held að kosningabarátta núna í aðdraganda þessara kosninga eigi að snúast þá framtíðarsýn sem flokkarnir hafa. Og hverjir eiga stjórna. Og þá mun, vona ég, fólk horfa til þeirra verka sem við höfum gert og segja já, það skiptir máli hverjir stjórna. Þakka þér mikið vel fyrir komuna, Sigurður Ingi.